Vonir eru að glæðast friðarsamkomulag milli Rússa og Úkraínumanna. Tryggja þarf bæði landsvæði og fullveldi Úkraínu, segir forsætisráðherra, sem satt fund leiðtoga Evrópuríkja í dag samkomulagið. Lögmaður sem situr í gæsluvarðhaldi, grunaður tengsl við skipulagða glæpastarfsemi, neitar alfarið sök. Varðhaldið var framlengt viku í dag. Bilun hjá Norðuráli þýðir að Reykjavíkurborg verður af 2 milljörðum í arð frá Orkuveitunni og þarf því að skera niður fjárhagsáætlun næsta árs sem verður lögð fram í næstu viku. Unnið er að viðbragðsáætlun vegna yfirvofandi læknaskorts á sjúkrahúsinu á Akureyri. Starfsfólk hefur undanfarið kvartað yfir langvarandi álagi og lýst áhyggjum af framtíð spítalans. Það er ekki bara súkkulaði í jóladagatölum landsmanna, heldur fylla snyrtivörur, leikföng, kaffi, unaðsvörur og orkudrykkir dagatöl sumra. Það styttist í að opna megi fyrsta klukkan. Gott kvöld. Lögmaður situr í gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við skipulagða glæpastarfsemi. Varðhaldið var framlengt í dag. Hann neitar alfarið sök, segir verjandi hans. Málið tengist umfangsmiklum aðgerðum lögreglunar á Norðurlandi eystra gegn skipulagðri glæpastarfsemi víðsvegar landið í sumar. Þá var leitað meðal annars á Raufarhöfn í Reykjavík, í Kópavogi og á Vesturlandi, fjöldi handtekinn og fíkniefnaframleiðsla upprætt. Nokkrir sátu í varðhaldi skeið og síðla í ágúst voru 4 þeirra sendir til Albaníu. Skarphéðinn Aðalsteinsson, yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar á Norðurlandi eystra, sagði í hádegisfréttum að maðurinn væri grunaður aðild að skipulagðri brotastarfsemi, mögulegum ólöglegum innflutningi á fólki, peningaþvætti og fleira. Þessar ásakanir sem lögreglan á Norðurlandi eystra ber á borð gagnvart þínum skjólstæðingi, þeir eru alvarlegar. Hverju svarar hann þeim? Umbjóðandi minn hefur neitað sök alfarið. Hann meðal annars sakaður tengsl við skipulagða glæpastarfsemi. Hefur hann átt í óeðlilega nánum samskiptum við glæpamenn? Nei, það tel ég ekki svo vera. Hefur hann með einhverjum hætti komið að því að flytja fólk til landsins? Nei. Hvorki á löglegan né ólöglegan hátt? Nei. Lögmaðurinn er á 50-aldri og hefur bæði sinnt verjandastörfum og verið talsmaður umsækjenda alþjóðlega vernd. Hann hefur meðal annars auglýst ókeypis lögmannsaðstoð fyrir fólk sem hingað kemur. Hann býr hvorki né starfar í umdæmi lögreglunar á Norðurlandi eystra, en lögreglumenn þaðan fóru suður og handtók hann á þriðjudaginn fyrir viku. Héraðsdómur framlengdi gæsluvarðhaldið yfir honum í dag viku til viðbótar og gert er ráð fyrir að sá úrskurður verði kærður til Landsréttar eins og sá fyrri. Úkraínumenn binda vonir við nýja skilmála friðarsamkomulags. Þrýstingur eykst á Zelenskí Úkraínuforseta að bregðast við spillingarmálum og vinna sér traust á ný, bæði heimafyrir og alþjóðlega. Svona var umhorfs í Kíev, höfuðborg Úkraínu í morgun eftir flugskeita og drónaárás Rússa. Það skýtur því skökku við að skriður sé komin á friðarviðræður. Áttar eftir úkraínskum embættismanni í dag að það veru dagar frekar en vikur í að samkomulag næðist. Zelenskí Úkraínuforseti ætlar til fundar við Donald Trump á næstu dögum, en Trump sagði í dag að ótrúlegur árangur hefði náðst síðastlina viku. En Rússar hafa þó ekki brugðist við með nokkrum hætti. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Bandalag viljugra þjóða sem Frakkar, Bretar og Þjóðverjar leiða bar saman bækur sínar á fjarfundi í dag. So the talks in Geneva, Emmanuel, were, as you say, good progress was made, and I welcome some of the developments. Ukraine has had its share of promises that were shattered by successive Russian aggressions, and real, rock-solid guarantees are a necessity. And this is, I would say, the core mission of this coalition of the willings. Ísland hluti af þessu bandalagi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sat fundinn og segir markmiðið að þessi 35 ríki komi sér saman þær áherslur sem farið verði með inn í friðarviðræður. Það gengur auðvitað ekki að verið að gefa eftir svæði eða koma í veg fyrir að fullveldi Úkraínu sé virt þegar kemur að framtíð þjóðarinnar. Þannig að þetta eru þau prinsip sem verða að standa. Á meðan vel gengur alþjóðlega og Zelenskí í vandræðum með spillingarmál heimafyrir. Það nýjasta nær alveg upp í efsta lag embættismanna og náinna vina Zelenskís forseta. Fyrrverandi orku- og dómsmálaráðherra og ráðgjafi hans voru í hópnum sem notaði viðurnefni í samskiptum sínum
sem saksóknari komst yfir og birti hluta þeirra í ákærunni. Þeir fengu alls 100 milljónir bandaríkjadala í eigin vasa frá stærsta ríkisorkufyrirtækinu Energoatom með aðstoð starfsmanns fyrirtækisins, en þeir sem kallaðir voru Tenor og Rocket eru nú í haldi lögreglu. Alls runnu til hópsins 10–15% af virði allra samninga sem orkufyrirtækið gerði, en þekktur viðskiptamaður sem kallaður var Sugarman sá að þvætta peningana. Höfuðpaurinn svo Timur Mindic, náinn vinur og viðskiptafélagi Zelenskís, en talið að hann hafi flúið til Ísraels. Zelenski fordæmir spillinguna og hefur svipt vin sinn ríkisborgararétti. Hann vill ekki meina að þetta mál og mörg önnur séu dæmi landlæga spillingu, heldur að núna sé loksins verið að taka á henni. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Зараз нам всім треба захистити Україну. Підставляти державу значить відповідати за це. Þetta eitt af mörgum spillingamálum sem Zelenski hefur þurft að takast á við, en trúlega það stærsta frá því Rússar réðust inn í Úkraínu árið 2022. Og það snertir viðkvæma taug hjá úkraínsku þjóðinni því fjármunum stolið úr orkugeiranum á sama tíma og almenningur glímir við rafmagnsleysi vegna árása Rússa á raforkukerfið. Mótmælt var eftir að spillingamáli komst í hámæli, en mótmælafundirnir enn sem komið mjög fámennir. Но этого не происходит по одной только причине. Из-за боевых действий все прекрасно понимают, что беспорядки какие-то, любая потеря управляемости, оно приведет к тому, что россияне просто продвинутся еще дальше. Saksóknaraembættið boðar frekari tíðindi af rannsókninni sem hefur staðið síðustu 15 mánuði. Þegar hafa 2 ráðherrar sagt af sér, Halušenko sem var dómsmálaráðherra og Svetlana Grinchuk, orkumálaráðherra. En talið líklegt að fleiri úr innsta hring Zelenskís séu viðriðnir málið. Also for us as a country, it is absolutely unacceptable to have these corruption scandals given the trust that we have from our partners. And I cannot imagine how damaging it is right now for all the help that is coming towards Ukraine. And we don't know if that can be fixed, but at least it cannot be just 2 people fired from government and acting like nothing happened. Ekki hægt að boða til kosninga á stríðstímum og því krefjast Rúdits og félagar hennar þess að Zelenski slíti stjórnarsamstarfinu og myndi nýjan meirihluta á þingi. Right now his reaction will show if it was something that he perhaps knew about or it was something that he really has nothing to do with. And we know that there are many geopolitical things happening, but to preserve the trust that people have in their president is very crucial for the country to keep fighting. Borgarstjóri boðar niðurskurð í fjárhagsáætlun borgarinnar til að bregðast við skertum arðgreiðslum frá Orkuveitunni. Orkuveitan ætlar að leita til dómstóla ef þarf til að krefjast þess að Norðurál standi við gerða samninga orkukaup. Orkuveitan tilkynnti í gær að fyrirtækið þyrfti að minnka rekstrarkostnað 2 milljarða, skerða arð til borgarinnar tæpa 2 milljarða og hætta við fjárfestingar upp á 6 milljarða til að tryggja rekstrarhæfi fyrirtækisins. Forstjórinn segir að Norðurál neiti að standa við gerða samninga. Við erum með samninga við Norðurál þar sem að þeir eru með kaup og greiðsluskyldu til okkar, þar sem að þeir hafa nú tilkynnt okkur að þeir muni ekki greiða fyrir þá orku sem að þó þeir gera kröfum að sé tiltæk allt næsta ár fyrir þá, að þá hefur það þau áhrif að við þurfum að grípa til aðgerða, sína ábyrgð og fara í rekstrarhagræðingu hér hjá okkur. Norðurál hefur áður sagt á alþjóðlegum mörkuðum að tryggingar bæti tjón vegna bilunarinnar. Í tilkynningu þeirra til Orkuveitunar ber fyrirtækið því þó við að þetta sé óviðráðanlegur atburður líkt og náttúruvá. Sævar segir það ekki standast lög og fjármunirnir verði sóttir til Norðuráls. Það í rauninni lögfræðinga að vinna úr því en vonandi ef að Norðurál fer ekki af þeirri braut sem þeir eru núna þá gerist það fer í dómstólum eða gjörðardómum eða álíka. Forstjóri Norðuráls segist í viðtali við Fréttastofu ósammála túlkun Orkuveitunar hvað teljist óviðráðanlegur atburður og þegar komi upp slíkur ágreiningur sé ekki óeðlilegt að útkljá það fyrir dómstólum. Borgarstjóri hefur þegar brugðist við tilkynningu Orkuveitunar skertar arðgreiðslur
og nú unnið við að skera niður fjárhagsáætlun borgarinnar sem fer í síðari umræðu í næstu viku. Þó vonast sé til að fyrirtæki standi við gerða samninga sé ekki hægt að gera ráð fyrir að fjármagnið skili sér. En í fjárhagsáætlun þá ábyrgara að gera þetta svona og við gerum það og bara fögnum því að Orkuveitan að taka fast á þessu máli. Já, við getum auðvitað víða skorið niður en það ekki margir borgarbúar sem vilja minni þjónustu eða styttri opnatíma á einu eða neinu, þannig að það úr vönd að velja þar. En auðvitað líka vorum við að gera áætlun með ágætis afgangi, þannig að það mun líklega ganga eins á það. Heilbrigðisráðherra og forstjóri sjúkrahússins á Akureyri funduðu í dag alvarlega stöðu spítalans, manneklu og álag á starfsfólk. Verið að undirbúa viðbragðsáætlun til að tryggja mönnun næstu vikurnar en einnig unnið að langtímalausnum. Við erum bjartsýn á að það leysist en mjög líklega þurfum við náttúrulega að horfa í lausnir sem að geta hjálpa okkur til skemmri tíma og við erum bara að skoða það alveg og leita allra leiða hvað það varðar. Og það samvinna við Landspítala og við erlenda aðila og margt fleira en við munum styðja við forstjóra og framkvæmdastjórn í þessum skammtímaverkefnum eins og undir við í ráðuneytinu. Neyðarkall frá starfsfólki sjúkrahússins á Akureyri vegna álags og út af áhyggjum af framtíð spítalans hafa farið hátt í fjölmiðlum undanfarið. 3 sérgreinalæknar hafa sagt upp störfum. Aðrir hafa lýst miklu álagi sem fylgir bakvöxtum og formaður Læknafélagsins segist óttast að það stefni í óefni. En hvað veldur? Í stuttu og mjög einfölduðu máli má segja að vandamál spítalans snúist tvennt. Annars vegar manneklu og hins vegar vanfjármögnun. Í langan tíma hefur reynst erfitt að manna í allar stöður á spítalanum og þá sérstaklega stöður sérgreinalækna. Vanfjármögnun hefur svo orsakað þjónustu skerðingu víðs vegar spítalan undanfarin ár. Sem sagt, ekki nýr vandi en nú verðist spítalinn komin að einhvers konar þolmörkum. Forstjóri segist bjartsýn eftir langan fundardag. Og ég get ekki sagt annað en þessi bæði mikill vilji hjá okkur stjórnendum, það mikill vilji hjá heilbrigðisráðherra og ráðuneytisfólki að vinna saman að framtelus svo við getum elt sjúkrahús á Akureyri, gert það betur stakk búið til þess að vera varasjúkrahús samkvæmt lögum. Verktakasamningum 11 sérgreinalækna svo kallara ferliverkasamninga var sagt upp í september en þeim uppsögnum var síðan frestað vegna mikillar óánægju starfsfólks. Eiginmaður heilbrigðisráðherra hefur haft slíkan samning við sjúkrahúsið undanfarin ár í gegnum fjölskyldufyrirtækið Jónasson og Möller. Alma segist því engar ákvarðanir taka sem tengjast ferliverkasamningunum vegna vanhæfis. Samningarnir voru kjarabót fyrir læknana sem þá höfðu og hafa 3 þeirra sagt upp störfum síðan greint var frá að samningarnir yrðu ekki í boði lengur. Farið það svo að læknarnir sem hafi sagt upp hætti störfum þá verður engin lyflæknir á vakt hérna á SAK eftir 22. desember. Á lyflækningadeild liggur fólk af ýmsum ástæðum, til dæmis vegna hjarta, meltingarfæra eða taugasjúkdóma. Forstjórinn segir þó engan þurfa að óttast að koma að lokuðum dyrum hjá SAK jólin. Fólk getur óhygg að leita til okkar. Hér erum við með farveg fyrir alla þá sem koma brátt inn á sjúkrahúsið. Bráðamóttakanir okkar fyrsti áfangastaður og við munum koma öllum þeim sjúklingum í farveg. Eins og fyrr segir telur starfsfólk mönnunarvanda og álag hafa blasað við til langs tíma en lítið hafa verið gert. Heilbrigðisráðherra segir óvíst hvað valdi kyrrstöðu undanfarna ára en segist vissum að nú verði gripið til aðgerða. Af hverju ekki löngu búið að gera eitthvað í þessu? Það mjög góð spurning og þetta á rætur áratugi aftur í tíman. Hér voru til dæmis verið að rifja upp skýrslur frá Ríkisendurskoðun frá árinu 2010 en við erum svo sannarlega ákveðin í því að styrkja stöðu sjúkrahússins. Héraðsdómur sýknaði íslenska ríkið af öllum kröfum fyrirtækisins Vélfax sem hefur verið beitt viðskiptaþvingunum í tengslum við innrás Rússa í Úkraínu. Þá var ríkið sömuleiðis sýknað af kröfum kaupsýslumannsins Ivan Kaufmanns sem var meinað að setjast í stjórn Vélfax þrátt fyrir að vera meirihlutaeigandi. Utanríkisráðuneytið hefur sagst hafa upplýsingar sem tengja hann við rússnesku öryggisþjónustuna FSB. Verjandi Kaufmanns gerir ráð fyrir að áfrýja dómnum. Utanríkisráðherra fagnar því að fallist hafi verið á röksemdafærslu utanríkisráðuneytisins. Þetta búið að vera snúið mál, erfitt mál fyrir margra hlutasakir og ég hef í rauninni ekki upplifað svona annan eins þrýsting í bara mjög lengi, eða bara almennt ekki á mínu stjórnmálaferli. Hvað kom svo þrýstingur? Já, bara þetta eins og ég segi, mjög sérstakt mál. Kom þrýstingur frá Rússlandi? Ég ætla bara einfaldlega ekki að tjá mig það. Þetta hefur verið erfitt mál. Þetta hefur verið mjög erfitt mál og
þeir ætla að halda áfram með það og gott og vel. Hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja minnkaði 45% á síðasta ári samkvæmt nýrri samantekt Deloitte. Skýringin liggur í minna virði uppsjávarafla, segir endurskoðandi hjá fyrirtækinu. Útlit sé þó fyrir að árið í ár verði betra. Framlegð í sjávarútvegi minnkaði 23% milli áranna 2023 og 2024. Þetta sýna nýjar tölur úr gagnagrunni Deloitte afkomu fyrirtækja í sjávarútvegi. Horft til 112 fyrirtækja sem fara með 96% heildarúthlutunar aflamarks. Árið 2024 til dæmis engin loðnuveiði og við erum að tala að makrillin fór niður og síldin líka. Svo það var kannski mesta minnkunin á arðsemi var frá uppsjávarfélögunum. Þetta var svona uppsjávarfiskur sem dróst verulega saman. Sjávarútvegsfyrirtæki högnuðust 32 milljarða á síðasta ári samkvæmt greiningunni. Þetta talsverð lækkun frá árinu á undan. Þeir hagnaðurinn nam 58 milljörðum en lækkunin nemur 45% á milli ára. Jónas segir mikilvægt að meira fjármagn verði sett í hafrannsóknir til að skilja stöðuna betur. Þetta er náttúrulega, þetta er brellið sem er loðna, þetta kemur og fer en þannig hafa þessi uppsjávarfiskur verið að hann hefur ekki alltaf verið þessi 4 stofnar verið inni, til þess makrillin kemur bara 2007-08 í veiðina og oft var þetta 4 uppsjávartegundir á fullu en núna hefur það ekki verið síðust ár svo það er eitthvað verið að gerast í hafinu. Þó sé útlit fyrir að árið í ár verði betra. Á 3. ársfjórðungi hafi talsvert verið veitt af makríl og skip hafi haldið til loðnuveiða. Þá sýni uppgjör Brims, Ísfélagsins og Síldarvinnslunar uppsjávarfélagana 3 sem skráðir á hlutabréfamarkað betri stöðu. Það sem sjávarútvegsfyrirtæki þurfa að gera og hafa líka gert það er náttúrulega auka verðmætin og við erum með mörg flott fyrirtæki sem er að búa til ýmsar vörur og varandi að sem við náum að þróa vöruna og búum til meira afurðum. Við höfum verið góð í og við þurfum að hafa svigrúm til fjárfestinga og til dæmis voru fjárfestingarnar voru miklar 2024 þannig að menn hafa trú á þessu. Matvælastofnun hefur hafið rannsókn eftir að göt fundust á nótarpoka einnar sjókvíar á eldissvæðinu Hafranesi í Reyðarfirði í síðustu viku. Götin uppgötuðust við reglubundið neðansjávareftirlit en 3 vikur voru þá frá síðasta eftirliti og var ekkert tjón sjáanlegt. Götin voru öll á 16 metra dýpi og var viðgerð framkvæmd samdægurs. Fjöldi fiska í kvínni var ríflega 193.000. Fyrirtækið taldi ekki líkur á að fiskur hefði strokið og virkaði því ekki viðbragðsáætlun að því að segir í tilkynningu frá MAST. Stofnunin segir hins vegar ekki hægt að útiloka að fiskur hafi strokið og hefur því hafið rannsókn. Dótturfélag Bláa lónsins er ekki komið með leyfi til auðlindanýtingar vegna framkvæmda í Þjórsárdal á friðlýstu svæði. Vara sveitarstjórnarfulltrúi í Skeiða og Gnúpverjahreppi sagði í útvarpsfréttum á laugardag að hún teldi framkvæmdirnar brjóta gegn lögum auðlindanýtingu. Dótturfélag Bláa lónsins sendi fréttastofu þá gögn undir þeim formerkjum að öll tilskilin leyfi lægju fyrir sem var fullyrt í kvöldfréttum Sjónvarps í gær. Umhverfis- og Orkustofnun sendi fréttastofu síðan athugasemd þar sem segir að leyfi vegna auðlindanýtingar liggi ekki fyrir. Umsóknir hafi borist stofnuninni og séu í vinnslu. Alþjóðlegur baráttudagur Sameinuðu þjóðanna gegn kynbundnu ofbeldi í dag. Ljósaganga UN Women var gengin af því tilefni á Akureyri og í Reykjavík. Gengið var í minningu baráttukonunnar Ólafar Töru Harðardóttur sem lést í byrjun árs. Áhersla átaksins í ár er á stafrænt ofbeldi. Margar byggingar verða lýstar upp í appelsínugulum lit í tilefni átaksins sem táknar framtíð án ofbeldis. Og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er við Hörpu. Erla, hvernig var í göngunni? Það var svona frekar rólegt yfir, það voru 200 mann sem mættu við Arnarhól og gengu sem leið lá að Bríetartorgi við Amtmannsstíg og voru með kerti og kyndla og það var svona, fólk var meirt og það var svona tár á hvarmi. Þar tók við samverustund, ræðuhöld og kórsöngur, en hjá mér er hún Stella Samúelsdóttir, framkvæmdastýra UN Women á Íslandi. Stella, hvaða máli skiptir það að halda upp á þennan dag? Skiptir gríðarlega miklu máli. Í dag er alþjóðlegur baráttudagur gegn kynbundnu ofbeldi og að koma svona saman og sýna samstöðu skiptir miklu máli. Þetta var í 17. sinn sem við gengum ljósagöngu og í dag var hún farin í nafni Ólafar Töru, baráttukonu fyrir betri heimi gegn ofbeldi og það skiptir miklu máli.
Og núna fyrsti dagurinn í 16 daga átaki og fjöldi bygginga og stofnana verða lýstar upp í appelsínugula litnum sem litur átaksins. Hvað má vænta þess að eru þið að koma með eitthvað svona núna næstu dögum? Ætlið þið verða eitthvað sýnileg? Já, við ætlum að taka sterkari þátt í ár og sýna vitundavakningu og auglýsingar sem munu verða svolítið áhugaverðar og ég hvet fólk til að fylgjast með. Það skiptir nefnilega miklu máli og við verðum með málþing 10. desember til að loka átakinu. Þannig að við þurfum öll að sýna samstöðu og hvetjum fólk til að fylgjast með og taka þátt. Og hjá mér hún líka Guðný Bjarnadóttir, hún stjórnarformaður baráttusamtakanna gegn kynbundnu ofbeldi þegar sem heitir Vitund. Yfirskrift ársins stafrænt ofbeldi. Af hverju? Þetta auðvitað gríðarlega mikilvægt að við séum að skoða stafrænt ofbeldi og við megum ekki gleyma því að ofbeldi í raunheimum og í netheimum, þetta ekki aðskildir heimar, þetta bara einn heimur og afleiðingar af slíka ofbeldi eru náttúrulega mjög grafalvarlegar. Og eru þið að vinna eitthvað núna þessa dagana í áttina því að bæta hlutina í þessum málum? Já, Vitund auðvitað alltaf að vinna að verkefnum og við erum með verkefni í gangi núna þar sem erum að vinna að verklagsbreytingum til handa brotaþolum og við viljum sjá þetta breytingar í kerfinu og einnig viljum við bara vekja athygli á því að þrátt fyrir það séu lög hatursorðræðu að þá þurfa þolendur að geta sótt það til kerfisins og kerfið þarf að bregðast rétt við. Þannig að löggjafinn kannski ekki alveg að taka nógu vel utan þessi mál? Nei, það má uppfæra þau í takti við bara hversu mikill hraði í þessum stafræna heimi. Kæra þakkir fyrir þetta Stella og Guðný, en við kveðjum þá héðan frá Hörpu. Takk fyrir það, Erla María við Hörpu. En jóladagatöl eru ómissandi hluti af aðventunni hjá mörgum og nú styttist í að opna megi fyrsta gluggann á jóladagatalinu. Sú var tíðin að súkkulaðidagatal frá Lions með lítilli tannkremstúpu á toppnum var til á nánast hverju heimili. Úrval jóladagatala hefur líklega aldrei verið meira en í dag og valkvíðin bætist við hefðbundna jólastressið. Á meðan sumir útbúa eigið jóladagatal eru aðrir sem kjósa að sniðganga hefðina. Ætlar þú að vera með jóladagatal í ár? Já, ég með jóladagatal. Hvernig dagatal? Nespresso dagatalið. Já. Hvernig dagatal? Nokko. Jóladagatal? Ég veit það nú ekki. Já, við verðum að vera með það. Hvernig dagatal? Bara gamla góða súkkulaði eða eitthvað, ég veit ekki, bara hvað sem maður sér. Já, ekki bara hægt að líta á sjálft dagatalið? Maður hlýtur að vita hvaða dagur í dag. Já, við búum alltaf til jóladagatal fyrir dóttur mína og son minn sko. Og ég bjó til jóladagatal sem var útsaumað og svo hengdi ég svona litla gjafir á það. Stundum það bara ein karmela og stundum það ein jólakúla og bara eitthvað svona. Ætlað þú að hafa jóladagatal í ár? Já. Veistu hvernig dagatalið er? Hús, dagatal. Ég ætla að vera með Hello Kitty. Og af hverju var það fyrir valinu? Að ég elska Hello Kitty. En ef þú mættu velja ykkur hvaða jóladagatal sem hvað þið fyrir valinu? Þetta bara í blöss eða eitthvað. Við höfum svo sem alltaf líka verið með svona samverudagatal og ég held að það sé bara það sem skiptir mestu máli. Það að gera eitthvað saman á hverjum degi. Það þarf ekki alltaf að kosta eitthvað mikið. En hvað gerist á jólunum? Maður þarf eiginlega að pakka til tréð og nammiskóinn. Eru þið búin að opna einhverja glugga eða? Nei. Bíða til fyrsta. Hvað kemur upp úr pakkanum í Kastljósi kvöldsins? Það húsnæðismarkaðurinn, hver vill ekki íbúð í jólagjöf. Við ætlum að ræða nýja fjármögnunarleið á húsnæðismarkaði. Byggingafélög þau eru að stofna fjárfestingarsjóði sem ekki lána, þau gerast meðeigendur í íbúðum. Þetta er að hluta til svar við þeirri stöðu sem uppi á húsnæðismarkaði. En sumir gjalda varhug við þessari þróun, þar á meðal formaður fjárlaganefndar Ragnar Þór Ingólfsson. Við ætlum að ræða við hann og Rannveigu Eir Einarsdóttir, forstjóra Reyr verk sem reið á vaðið í þessum efnum fyrir sumar. En svo förum við í frumsýningu sjónvarpsseríunnar Heimaey sem fjallar morðmál í Vestmannaeyjum. Við fylgjumst með því á eftir. En fyrst að veðri, breytileg átt 3 til 8 metrar á sekúndu á morgun og allvíða dálítil él en bjart landið suðaustanvert. Vægt frost inn til landsins en yfirleitt frostlaust við sjávarsíðuna, vaxandi norðaustanátt annað kvöld og úrkomulítið. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætir Þýskalandi í opnunarleik heimsmeistaramótsins á morgun fyrir fullri höll. Leikmenn eru spenntir fyrir þessum stórleik. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta býr sig undir leiki í undankeppni HM 2027. Hópurinn var kynntur í dag. Og það var áhugaverð viðureign Manchester United og Everton í gærkvöld. Þetta í íþróttum hér eftir andartak. Allavega að fara yfir það sem helst í fréttum. Vonir eru að glæðast friðarsamkomulag milli Rússa og Úkraínumanna. Tryggja þarf bæði landsvæði og fullveldi Úkraínu, segir forsætisráðherra sem sat fund leiðtoga Evrópuríkja í dag samkomulagið. Lögmaður sem situr í gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við skipulagða glæpastarfsemi neitar alfarið sök. Varðhaldið var framlengt viku í dag. Bilun hjá Norðuráli þýðir að Reykjavíkurborg verður af 2 milljörðum í arð frá Orkuveitunni og þarf því að skera niður fjárhagsáætlun næsta árs sem verður lögð fram í næstu viku. Unnið að viðbragðsáætlun vegna yfirvofandi læknaskorts á sjúkrahúsinu á Akureyri. Starfsfólk hefur undanfarið kvartað yfir langvarandi álagi og lýst áhyggjum af framtíð spítalans. Það er ekki bara súkkulaði í jóladagatölum landsmanna heldur fylla snyrtivörur, leikföng, kaffi, unaðsvörur og orkudrykkir dagatöl sumra. Það styttist í að opna megi fyrsta gluggann. Þessi fréttatími verður ekki lengri og komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. En við minnum á að Fréttastofa RÚV er með fréttavakt allan sólarhringinn og að það má senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Við þökkum ykkur samfylgdina það sem að degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Langvinnt COVID og ME sjúkdómurinn. Heimildaþáttur langvinnt COVID, sjúkdómsástand sem milljónir